sæl. Fyrir ykkur sem að þekki mig ekki, þá heiti ég Edda Matthíasdóttir Svan og það er mjög sönn ánægja og heiður að fá að vera með ykkur hér í kvöld. Og ég bara lesa og lofa kristindómsstarfið fyrir allt það yndislega og góða verk sem það er að vinna á akri Drottins. Veit eiginlega ekki alveg af hverjum ég var boðið að tala hérna, þar sem að flest ykkar sannlega hafa gengið lengur með Guði og hafa jafnvel meiri reynslu af honum en ég. En ég mun reyna að gera mitt besta að flytja ykkur þann boðskap sem ég trú að Drottinn hafi lagt mér á hjarta. Ef þið sjáum mig drekka vatn, þá er það ekki að því ég sé eitthvað súperstressuð og ég sé jú vissulega stressuð. En þá er það fyrst og fremst vegna þess að ég er þjálfast af miklum munnþurrk. En þegar ég var svona að byrja að leiða Guð, þá spurði Guð Drottinn, hvað á ég að tala hérna? Daglega lífið, jú. Það er svo margt sem þú átt að tala í orði Guðs, daglega lífið og Guðs ríki. En ég trúi því að Drottinn hann þráir það að við öll höldum áfram að vaxa í samfélaginu með hann og göngunum við hann í honum. Og við erum aldrei full numin af því. Og ég trúi því líka að það sé Guð vilji gefa okkur meira. Og ég þrá að sjá meira gerast á meðal okkar, meira að gerast meðal þjóðarinnar hvað varðar kristnina og kristnidómi. En stundum virðist að vera þannig að við verðum oft miklu frekar uppteknir af þjónustum okkar í Guðsríkinu heldur en á samfélaginu við Drottinn. Og jú, Guðsríkið, það þarf á því að halda að við eigum þetta nána innilega samfélag við Drottinn á hverjum degi. Og við vitum að í Efesusbréfinu í öðrum kafla þar er talað við kirkjuna í Efesus og þar er hún áminnt á vissan hátt fyrir það að hún hefur yfirgefið sinn fyrri kærleik. Þrátt fyrir það að hún var að vinna mjög merkilegt og gott starf, en þá samt fær hún þennan boðskap að ef hún snýr sig ekki aftur á sínum fyrri kærleik, að þá mun Guð færa ljósastrikuna hennar á stað. Þetta hljómar oft í eyru okkar sem mjög svona hörð orð, en á sama tíma getum við sagt að þetta er mikið uppörvun fyrir okkur. Uppörvun fyrir Guðs fólk, vegna þess að Guð er stöðugt að minna okkur á að vera upptekinn af þessum fyrri kærleik. Hver er þessi fyrri kærleikur? Það er kærleikurinn sem ríkir á milli föðurins og sonarins og við eigum að dvelja í þessu bili og rými þarna á milli. Þannig að þegar föður okkar í himnum horfir á okkur, þá sér hann okkur einungis í gegnum son sinn og þegar við aftur á móti endurum að gjöldum honum kærleika okkar, þá gerum við það í gegnum Jesú Krist. Vegna þess að Jesús Kristur hann býr í hjörtum okkar. Og við vitum það líka í Rómarbréfið í 7. kaflanum að þar er talað það að í skírninni höfum við grafið okkar gamla mann og við höfum risið upp sem þessi nýja sköpun með Drottni og við erum að lifa lífinu lifandi Guði. En daglega lífið það er ekkert alltaf dans á rósum og hvernig förum við þá að því að lifa þessu lifandi lífi, þessu nána innilega samfélagi við Drottinn. Og ég trúi því að eitt af lyklunum með því að það er lykill í því og það er að endurnýjast í okkar hugafari og fá heilagan anda til þess að hjálpa okkur að breytast í okkar hugafari. Hugafarið er þess vegna lykillinn að okkar daglega þroska og vexti í Guðs ríki. Og í Rómarbréfinu í 12. kafla að öðru versi þá stendur við ekki fylgja háttsemi þessa heims. Heldur eigum að láta endurnýjast með henni nýja hugafari og læra að skilja hver vilji Guðs er í góða, fagra og fullkomna. Og ég trúi því að þetta sé eitthvað sem við þurfum að gera á hverjum degi í samfélaginu með heilagan anda. Guð getur snert við okkur án þess að það hafi einhver verulega áhrif á líf okkar. Við getum fengið upp á snertingu frá Guði jafnvel á samkomulag þessari eða þegar við sjálfa okkar bænastund heima. En ef við leifum ekki orðinu djúpt að snerta við okkur og að hugafar okkar breytist í samræmi með orðið, þá hefur það ósköp lítil áhrif. Þá erum við fljóta að falla aftur í okkar gamla far. En Guð, eitt af hans æðstu markmiðum í lífinu er að við, hans fólk,
sem trúum á Jesú Krist og höfum tekið honum sem okkar Drottinn og Herra í okkar líf, að það æðsta markmið hans í lífinu að við líkjumst Guði. Þetta sjáum við í 1. Mósebók, í 1. kaflanum og 27. versi, að hann vill gera okkur líkan sér. Þannig að við getum sagt að allt okkar líf, það gengur út á það að við líkjumst honum meir og meir. Endurnýjun hugarfarsins það sem lykill að því að það verði þessi umbreyting í líf okkar. Og í samfélagi við Guð, að þá getum við í raun og veru gengið út frá því að það eru 2 atriði sem við þurfum stöðugt að hafa í huga. Annað hver staðsetning okkar og hitt það að segja hver staðsetning okkar í Kristi og hitt hvernig birtum við hann. Staðsetningin táknar það að við erum í Kristi og við erum krossfest með Kristi og þegar hann dó, þá getum við líka sagt, eins og stendur í Rómarbréfinu, að við dóum með honum. Við fórum niður í gröfina með honum og við risum aftur upp með honum. Við risum aftur upp sem þessi nýja sköpun. Og þar af leiðandi, það segir orðið okkur að við getum álitað okkur dáin, en við erum að vera lifandi honum. Og þess vegna getum við verið sammála Guði hvernig hann sér okkur. Við getum verið sammála sýn hans á okkur að við erum þessi nýja sköpun. Þannig að fókusin okkar í okkar daglega lífi, þegar við erum að starfa í Guðsríkinu og erum að dvelja í Guðsríkinu, lifa lífinu samkvæmt því, þarf alltaf að vera á það hver við erum í Kristi. Nú í öðru Kólosubréfinu, í öðrum kafla 10. versi, þar eru þessi orð: Þið hafið öðlast hlutdeild í fullkomnun hans, sem höfuð hvers kyns tignar og valds. Við höfum öðlast hlutdeild í fullkomnun hans. Jesús fullkomna áætlun Guðs, og hann hefur losað okkur undan okkar gamla eðli, og við þurfum þar af leiðandi ekki að vera upptekið af því lengur, heldur hefur hann endurfært okkur inn í þetta nýja líf, inn í sitt nýja eðli, og raunveruleikin og staðreyndin sú að þetta nýja eðli í lífum okkar Jesús Kristus sem býr innan okkur. Og þess vegna nærvera Guðs alltaf til staðar í okkur, vegna þess að nærvera Jesús hér í mér, því hann í mér og ég í honum. Nú, seinna atriðið, það snýst það hvernig við birtum Jesú með lífum okkar og gerum hann sýnilega út í þjóðfélagið. Við getum lýst þessu þannig að hlutverk okkar hefur þar af leiðandi breyst. Og við getum kannski séð þetta svolítið fyrir okkur svona eins og leikari. Hann þarf að skipta hlutverk. En þannig það akkurat með okkur að þegar við höfum tekið á móti honum og þegar við höfum endurfæðst til lifandi trúar á hann, að þá höfum við fengið nýtt hlutverk. Og hlutverk okkar að birta hann. Og nærvera Guðs þess vegna alltaf til staðar, og þegar við þurfum að læra að horfa á og sjá alla hluti í lífinu og alla kringumstæður í okkar lífi út frá augum Guðs. Sjá það út frá nærveru Drottins, og hann alltaf til staðar eins og ég sagði. Og við getum sagt þar af leiðandi að við erum blessað kynslóð, við erum blessað fólk vegna þess að við getum sagt að í raun og veru við öðruvísi kynslóð heldur en að var til dæmis á dögum Gamla testamentisins. Vegna þess að þeim tíma þá lesum við það aftur og aftur í ritningunni að Guð kom og hann birtist fólki. Hann kom, þar að segja tímabundið yfir einhvern eða birtist einhverjum, en svo fór hann. Þannig getum við eiginlega séð það. Það var ekki þessi menning þess tíma í samfélaginu við Drottinn, var það að hann kom og hann fór. Menningin var svona eiginlega eins og nærvera hans var svona ekki síðvarandi og viðvarandi, heldur tímabundin. En aftur á móti segir Nýja testamentið okkur það að samkvæmt því að það var nærvera hans viðvarandi í lífum okkar. Og þannig það í öðru Korinthubréfi í 5. versi, þar segjum við að séum við nú ný sköpun, þá þýðir það að við erum í raun líka ný kynslóð eins og ég sagði okkur, að því við fáum að upplifa hann núna daglega. Og Guð hefur lofað að vera með okkur allt til enda veraldar. Hann hefur lofað okkur því hann mun aldrei yfirgefa okkur og aldrei fordæma okkur.
Þess vegna spurningin kannski þessi, hvernig leitum við þá Guðs þegar hann alltaf til staðar í lífum okkar? Erum við að leita á hann einhvers staðar úti? Erum við að bíða eftir að geta dregið hann niður frá himnum inn í okkar líf? Hvernig leitum við Guðs þegar hann viðvarandi og nærvera hans viðvarandi í lífum okkar? Og það áskorun sem við stöndum fram með fyrir á hverjum degi í göngun okkar með Guði. Það segir okkur að við þurfum að leita hans á annan hátt. Og í öllum kringumstæðum getum við lofað hann og þakkað honum og álitið okkar kringumstæður og aðstæður vera gleðiefni saman hverjar þær eru. Jú, vegna þess að Kristur hefur lofað okkur að vera með okkur, alltaf og ávallt. Og við vitum það að í öllum kringumstæðum felst tækifæri fyrir okkur að vaxa í Kristi. Það snýst þess vegna það að við finnum fyrst fyrir nærveru Drottins inn í okkar aðstæðum. En okkur hættur oft til þess að þegar við göngum í gegnum einhver erfiðleika til dæmis í lífinu, að þá hættur okkur fyrst til þess að horfa á okkur sjálf og segja, af hverju ég Drottinn? Af hverju þurfti ég að lenda í þessu? Drottinn, hvað að gerast? Og við viljum helst að hann fjalla okkur úr þessum aðstæðum og kringumstæðum eins fljótt og hann getur. En við gleymum því að Guð hefur leyft ýmsa kringumstæður og aðstæður í okkar lífi vegna þess að hann stöðugt að framkvæma og vinna í okkur samkvæmt sinni upphaflega áætlun, það að gera okkur líkari sér. Þannig að þegar við erum að byggja upp andlegt hugarfar, þá þurfum við að segja við okkur sjálf að vissulega Guð til staðar mitt í þessum erfiðu aðstæðum. Og við þurfum að geta að lofa hann og tigna hann og lyft nafni hans hátt upp og treyst því að hann sé með okkur. Og við þurfum að byrja á því að finna fyrir nærveru hans. Spyrja hann, Drottinn, hvað þýðir þetta fyrir mig? Og byrja á því að finna fyrir þessari nærveru áður en að við bregðumst við aðstæðum. Vegna þess að ef við þurfum fyrst að bregðast við, þá verðum við stressuð, við verðum örvæntingarfull, við verðum óttaslegin og við bregðumst við út frá hætti heimsins. En við bregðastum ekki við út frá nærveru Guðs og samfélag okkar við Drottinn. En við þurfum að bregðast við samkvæmt nærveru hans. Og þannig þurfum við að framganga í lífinu og í samræmi við nærveru Drottins. Hugarfar okkar þarf alltaf að stjórnast af nærveru hans og þá erum við ávallt glöð. Eins og unga stúlkan las hér í kvöld, við erum ávallt glöð og gerir alla eitthvað óskar kunna Drottni. Vegna þess að þegar við finnum fyrir nærveru Guðs, þá róast hjarta okkar niður og við finnum fyrir friði hans. Svo endur nýjum hugarfarsins og hún hjálpar okkur að finna fyrir því að við erum í Kristi. Og hann hjálpar okkur líka að sjá hvernig við eigum að birta hann. Þannig að samfélag okkar við föður okkar á himnum snýst alltaf staðsetning okkar og birting okkar. Staðreyndin að dvalarstaður Guðs í okkur og við megum ekki leyfa óvinunum, leyfa kringumstæðunum eða leyfa öðru fólki að draga okkur í burtu frá þessum sannleika. Við þurfum að átta okkur á því að í himinhæfunum þá okkur allaður staður og við þurfum að framganga í lífinu út frá þessum stað sem þegnar Guðs ríkis. Og í Kólusarbréfinu 3:1 segir, og annað vers líka, fyrst þið eruð uppvakin með Kristi, þá keppist eftir því sem er efra. Það sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsaðu það sem er efra en ekki það sem er á jörðinni. Keppist eftir því sem er efra en ekki eftir því sem er á jörðinni. Og til þess að geta keppst eftir því, þá þarf hugarfar okkar að vera í samræmi við hugarfar Drottins. Í öllum aðstæðum, öllum kringumstæðum þurfum við þess vegna að byrja því að sjá hvernig lítur himinninn á þessar aðstæður. Hvernig sér Guð þessar kringumstæður? Og þá hverfur allur kvíði, hverfur allur ótti og all örvænting. Að því Biblían nú segir okkur að keppast eftir hinu efra og þá þurfum við alltaf byrja því að spyrja Drottinn, hvernig sérðu kringumstæður mínar?
Hvað vilt þú kenna mig í gegnum þetta? Hvað það af þér, þinni mynd, sem ég hef ekki náð eða fengið að upplifa fyrir núna, sem þú vilt birta mér? Vegna þess að ég verð að treysta því að Guð sé með mér í aðstæðum. Og hann vill alltaf vera að uppfæra mynd mína af honum á sama tíma og hann vill vera að gera mig líkari sér. Þá fer að samfélag okkar við Drottinn líka smátt að verða þannig að við heyrum mjög fljótt svör við þessum spurningum okkar. Og þá getum við framgengið í þessum aðstæðum eða kringumstæðum í samræmi við Drottinn. Og þá bæn okkar líka í samræmi við það sem hann biður. En í Hebreubréfinu, í 7. kaflanum, þar talað að Guð, hann biður alltaf fyrir okkur. Og í Rómarbréfinu, í 8. kaflanum og 26. versi, það segir: eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andverkum sem engum orðum verður að komið. Stórkostlegt, andinn stöðugt að biðja fyrir okkur. En þá vaknar spurning í mínum huga: fyrir hverju að biðja? Langar okkur ekki að fá að vita fyrir hverju Drottinn að biðja, þegar hann biðja fyrir okkur? Vaknaði ekki pínulítil forvitni í hjartum ykkar? Það gerist allavega í mínu hjarta. Getur kannski ástæðan verið fyrir því að við fáum ekki eins mörg bænasvör eins og við vonastum til, vegna þess að við erum ekki að biðja í samræmi við það sem andinn að biðja. Við stressumst upp og verðum áhyggjufull. Þannig að stundum kannski þurfum við að spyrja okkur sjálf: af hverju ég stressuð og af hverju fæ ég ekki fleiri bænasvör? Það kannski vegna þess að bænar okkar miðast ekki út frá hjarta föðursins, út frá því sem að faðir okkar í himninum að biðja og vill fyrir okkur, heldur miðast bænin okkar miklu frekar út frá okkar gamla eðli. Og það held ég að við séum oft mjög uppteknir að gera. Margar okkar bænir það byggjast á að við þurfum eitthvað, okkur vantar eitthvað, í staðinn fyrir að hún byggist á samfélag okkar við Drottins. Ef við lærum smátt að biðja með Guði sem elskar að svara bænum okkar, þá verður bænin ekki stref, hún verður fögnuður. Og í raun og veru á bænin okkar að vera þannig að lofgjörð okkar og fögnuður okkar á að vera mun meiri heldur en bænin sjálf. Í Þessalóníkubréfinu, fyrra Þessalóníkubréfi 5:16-18 segir: verið ætíð glöð, heyrið við aftur, biðjið án afláts. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Þegar við tökum okkur tíma til að gleðjast áður en við biðjum, þá róast alltaf hugurinn eins og ég sagði og hjarta okkar fer að slá í takt við hjarta föðursins. Og í þessu daglega samfélagi þá alltaf þessi tvö atriði til staðar. Hver við í Kristi og hvernig birtum við hann. Þannig að hugarfar okkar þarf alltaf að vera í samræmi við gæsku og góðvild Guðs. Það þarf að vera í samræmi við eðli og eiginleika Drottins. Það segir okkur að andlega hugarfari verður að byggjast á nærveru Drottins, nærveruna sem við upplifum í samfélaginu við hann. Svo að við þurfum að segja við hugann að Guð alltaf með mér, hann með mér í þessum kringumstæðum núna, og þar sem að þetta sannleikurinn, þá þarf ég alltaf að spyrja Drottinn sömu spurningana og voru spurðar á hvítasunnudag dag. Hvað táknar þetta Guð? Og hvað viltu að ég geri? Þannig leitum við Drottins og við sjáum í Kólassarbréfinu 1:18 að hann höfuð líkamans, höfuð kirkjunnar, sem upphafið, frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skyldi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknast Guð að láta alla fyllingu sína búa. Og þegar við æfum okkur í nærveru Guðs og opnum okkur fyllilega fyrir yfirbörði Jesú í öllum aðstæðum og kringumstæðum, það merkir það að við erum að leitast við að Drottinn hafi fyrsta sætið í lífi okkar.
Og þá ekki, ef hann hefur fyrsta sæti í líf okkar, þá erum við ávallt glöð og það ekki pláss fyrir áhyggjur. Þannig leyfir þú samfélagi þínu við Guð að móta líka þitt tilfinningarlíf. Hugarfarið verður ávallt að vera í samræmi við eilífan tilgang Drottins að gera okkur líka sér. Og þess vegna þurfum við að segja að í öllu okkar megin tilgangur alltaf að Guð að vinna eitthvað í okkur og við þurfum að vera í samvinnu með hann. Við munum eftir Jobb. Hann þurfti að ganga í gegnum ýmsa erfiðleika. Drottinn hefur aldrei lofað okkur því að við þurfum ekki að ganga í gegnum erfiða hluti í lífinu. En hann hefur lofað okkur að vera með okkur alltaf. Og okkur líka sagt það í Biblíunni og í raun og veru í orði Guðs það segir okkur það að ef við göngum í gegnum helvíti að okkar mati þá verðum við að koma út úr helvíti nákvæmlega eins og Kristur gerði, auðugari, ríkari. Vegna þess að það tilgangurinn með því að við göngum í gegnum þessa erfiðleika. En lífið ekki alltaf bara erfiðleikar. Lífið líka fögnuður og gleði. Og finna fyrir þessu nærveru Drottins í líf okkar og við getum alltaf snúa okkur á því. Hún viðvarandi í mínu lífi. Ég þarf ekki að vera að leita eftir henni, ég þarf bara að beina huganum til Drottins. Það hjálpar mér líka að sigrast með honum á öllu því sem mér finnst erfitt. Við leitum þess vegna við að vaxa í nærveru Guðs daglega. Hvað þýðir það fyrir mig og þig? Það eins og ég sagði áðan að spyrja spurningana sem var spurður á hvítasunnudag. Drottinn hann þráir að gera okkur ekki bara börnin sínum, heldur að við þroskumst og vöxum og verðum á synum, þroskum sonum og dætrum hans. Og það stendur í Rómarbréfinu, þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhuga til þess að mótast eftir mynd sona síns. Og hvert jú æðsta boðorðið, leitið fyrst Guðs ríkis og allt annað með að ykkur veitast. Leitið hans af öllum huga, öllum mætti og allir sálu og allt annað með veitast okkur þar á ykkur. Og annað boðorðið það að við elskum náungan eins og við elskum sálum okkur. Þetta eru stórkostleg orð og þetta þarf að vera það sem okkar gangi í Guðs ríkinu daglega stjórnast af. Að gefa honum fyrsta plássið í líf okkar. Gefa honum það að við sem stöðugt að vaksa í nánu samfélagi hann, í þessari nærveru hans, vegna þess að hann hefur svo miklu meira fyrir okkur. Hann þráir að gefa okkur svo miklu meira heldur en við höfum nú þegar þegið. Hann vil alltaf gefa þér yfirflæði í öllu og í öllum kringumstæðum. Og í gærkvöldi þegar ég var að lesa og lesa í Jóhannesarguðspjalli í 21. kaflanum þar sem Jesús birtist lærisveinum sínum eftir að hann reis upp semsagt úr gröfinni en áður en hann steig upp til himna. Hann birtist þeim við Galileuvatnið og þið þekki frásöguna þar sem að lærisveinarnir hafi verið úti og að fiska allan nóttina en hafi ekki fengið neitt. Allt í einu sá þeir Drottinn á ströndinni, einhver mann til þekkta reyndar ekki og hann kallar til þeirra strákar, hafið þið fiskað eitthvað? Og þeir segja nei. Og hann segir við þau, kastið netinu hinum megin í bátinn. Og hvað gerist? Netið fyllist af fisk. Þannig að við sjáum í þessum orðum að þegar við ferum eftir leiðbeiningum Drottins að það vegnar okkur vel. En hann líka sá fyrir þörfum þeirra. Hann var tilbúinn með morgunverðinni fyrir þá þegar þeir mættu svo í land. Hann var búinn að grilla fisk og var með brauðhandan og bætti fleiri fiskum við. Og mér finnst mjög merkilegt í þessari sögu að þarna tekið fram að fiskarnir hafi verið 153 sem komu í netið. Af hverju tala 153? Það einhvern tíma velt í fyrir okkur. Við vitum í hebreskunni og nú hérna veit ég sé að það eru ýmsir prestar og þeir hafa lært hebreskunni en það hef ég ekki gert. En allavega mér hef ég sagt það að í hebreskunni þá hver stafur á sitt númer og öfugt. Þannig að
Talan 153, hún táknar í raun og veru, ég Guð. Ég Guð. Þannig að þarna var Drottinn að segja þeim, hann var ekki bara að leiðbeina þeim og sjá fyrir þörfunum þeirra, heldur var hann líka að lýsa því yfir, ég Guð. Ég Guð í ykkar lífi og ég vil vera Drottinn í ykkar lífi. Og þannig það líka með okkur. Og svo mikilvægast þessi spurning sem við nokkuð tíma spyrjum í lífinu og það hver mín Guðsmynd? Hver Guð í mínu lífi? Hver vill hann fá að vera í mínu lífi? Og svara þeim spurningum í samfélaginu okkar við hann. Heilagur Andi leiðir okkur dag frá degi í hinu daglega lífinu með honum. Og það forréttindi að fá að ganga með honum. Forréttindi að fá að vera í samfélagi við Drottinn. Það forréttindi að fá að lifa og hafa fæðst inn í þetta land. Við höfum það allt svo gott og við höfum það svo miklu betur. Þið eru kristniboðssambandi og eru að vinna að þessi fólk hefur ekki fengið þessi forréttindi að fá að þekkja Guð. Við hefum áðan Ragnar talað það að flest fólki hefði verið trúað á galdra eða eitthvað þvílíkt. Witch-doktor sem maður segir, nornir og illanda. Þannig að það vissulega forréttindi. Og því meira sem maður ferðast heiminn, því meira áttar maður sig á því hvílík forréttindi það að fá að búa og dvelja í þessu landi. Og við megum þar af leiðandi ekki taka við kristindómnum léttfæri. Kristur greiddi dýru gjaldi fyrir líf okkar á krossinu. Og hann vill fá að blessa líf okkar ríkulega og gefa okkur eitthvað nýtt með sér á hverjum degi. Megi Drottinn blessa okkur og hjálpa okkur áfram á göngunni í daglega lífinu með honum og leyfa okkur að upplifa hann í ríkara mæli í dag og á morgun heldur við gerðum í gær. Þannig að við mættum smátt og smátt að líkjast honum meir á morgun en ég gerði í dag. Megi Drottinn blessa okkur og hjálpa okkur til þess í Jesú nafni. Takk fyrir þessi góðu orð. Það fer að líða að lokum hjá okkur. Mig langar svolítið, ég veit að klukkan allt oft, en það leynir svo hjarta að sambandi við Kristniboðið, að okkur vantar fólk þess að fara út. Núna, eins og Ragnar sagði áðan, eitthvað við tókum eftir því að við höfum ekki Kristniboð á Akureyri núna, frá Kristniboðssambandinu. Leifur og Katsko fara aftur til Japan, við erum þakklátt fyrir það. En það vantar fólk. Og í mínum huga þá svona vikur eins og Kristniboðsvikan sem alltaf einu sinni á ári. Þetta hátíðistími í mínum huga, en þetta líka það tími sem Guð að kalla eins og alltaf og kannski að kalla ennþá sterkar á þessum tíma. Alveg frá því að ég var lítil stelpa, ég man bara fyrst eftir mig, ég var svona 8-9 ára þegar ég fann að Guð var að kalla mig til Kristniboðs. Og svo fékk ég að fara út seinna og ég vona svo sannarlega að ég fá að fara aftur. Dyrnar ekki opnar eins og en mér langar til þess að við öll veltum því fyrir okkur og leggjum það fram fyrir Guð. Hvar vilt þú, Guð, að ég starfi? Viltu kannski að ég fari? Það ekki auðvelt og ég segi það bæði við unga fólki sem hérna og líka okkur sem eldri, ykkur sem eldri. Það aldrei, það enginn og gamall og enginn og ungur fyrir Kristniboð. Og þegar við vorum að störfum í Eþíópíu þá komu út hjón sem voru þá að koma í fyrsta skipti út. Þú voru á 60-aldri, áttu uppkomi börn og komu þá út í starfa. Þau komu fyrst í 2 ár sem kennarar á norska skólanum en komu svo aftur. Og mér varst það svo frábært. Þetta ég hef alltaf hugsað mér það var að fara helst út 25 ára, ekki seinna, til þess að ná öll, en það ekki þannig, Guð vinnur ekki þannig. Guð getur alveg kallað okkur þó við séum eldri. Og það eru margs konar verk, margvísleg verk og við höfum öll eitthvað, við höfum öll hæfileika sem Guð gefur okkur sem
Akranum. Og já, mér langaði bara að leggja, þetta lá mér svo þungt á hjarta að fá að deila þessu með ykkur. Og ég veit það, ég ekki að lofa upp í ermina á mig, ég veit það að ef einhver brennir með þessa köllin, einhvern óróleika það, hvort hann að fara eitthvað, að þá eru starfsmenn Kristniboðssambandsins tilbúinir til þess að taka á móti fólki og hlusta á, en mér ekki ofur að segja það er allir velkomnir á skrifstofuna, alltaf. Það eru Kristniboðar sem hafa þetta störf, þekkja starfið og það er ekki skuldbinding að koma og ræða máli og já, tala við þetta fólk, þannig að legg ég þetta fram fyrir Guð. Það eru örfáar auglýsingar, það er kaffi hérna fram og eftir. Viðmiðunarverðið fyrir kaffi er 500 krónur, en ef einhver ekki með áhugi pening þá er það ekki á að gera því og það má líka borga meira, það fyrir allt til starfs-Kristniboðssambandsins. Hérna fram er líka bókaborð, það eru ýmsar bækur og það eru líka Kristniboðsfréttir og ýmsir bæklingar frá Kristniboðssambandinu og Kristniboðsstarfi sem að getur tekið með ykkur. Og svo halda samkomurnar áfram, Kristniboðsvikan heldur áfram, hérna annað kvöld, hér í húsinu verður samvera sem er í umsjón hljómsveitarinnar Sálmara og við fáum gesti frá Noregi, frá NLM Ung. Þetta verður sérstaklega, held ég, svona fyrir ungt fólk, en allir sjálfur eftirlega velkomnir. Og eins á laugardaginn er líka samkoma hér með þáttöku KSS-inga, Kristilega skólasamtaka, og allir hjartanlega velkomnir. Og ég hvet ykkur bara til þess að kíkja hérna aftur á Kristniboðsfréttum og eins á heimasíðu Kristniboðssambandsins dagskráin, það er dagskrá á Basarnum líka á laugardaginn og áfram á sunnudaginn, svo bara endilega kynni ykkur það. Svo vil ég bara þakka öllum sem að þakka ykkur öllum fyrir að koma, þakka Eddu fyrir góð orð og Huldu, þakka Hallarkórnum kærlega fyrir sönginn og þakka KSF-ingunum fyrir að lega okkur í ráðgjöfinni. Við skulum enda því að byrja stutt saman og við syngjum eitthvað. Já, heilaði drottinn, þakka þér fyrir það. Þessa stund sem við höfum átt hér í kvöld, þakka þér fyrir allt það sem við fengið að heyra. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að við fáum að taka þátt í Kristniboðsstarfinu og ég bið þig, drottinn minn. Ef einhver hér sem að þú ert að kalla, drottinn, vilt þú gefa honum dörfu til þess að stíga fram og taka skrefið. Já, drottinn Guð, vilt þú sýna okkur á hverju degi hvernig við getum nálgast þér og haft þig alltaf stærra meiri hluti af líf okkar, drottinn minn, og vilt þú leiða okkur hvert einasta skref í ríkið þínu, hvernig við getum verið farvegur fyrir þitt orð í okkar daglega lífi, drottinn, í vinnu eða skóla eða hvar sem við erum, eða fjölskyldu og vini. Þakka þér fyrir það, drottinn, að þú blessar okkur, ég byrjum að blessa okkur áframhaldandi komandi dag og ég byrjum að blessa þær samkomur sem framöndan í Kristniboðsvikunni. Viltu að margir með að koma og verða upphafðar og blessa það. Svo fylgjum við alla bænir okkar í bænir sem þú kendur og segjum saman. Faðir, þú sem